Ég valdi stjórnmálafræði af því að mér finnst, þegar ég skoði námið fyrst, þá fannst mér það mjög fjölbreytt og á fyrsta ári lærir maður hagfræði, heimspeki, félagsfræði og fleiri greinar. Þannig að ég valdi mér stjórnmálafræði af því að ég gat lært svo margt til að byrja með og svo fann ég mig bara mjög vel og hélt áfram. Ég valdi stjórnmálafræði því ég er með svo breytt áhugasvið og leið og ég skoðaði námskrána og bara sá ég að það einhvern veginn hafði svo mikið að bjóða það sem ég hefði áhuga á og hún er bara svo byggð á svona almennri þekkingu stjórnmálafræði sem að gerir, myndi ég halda, alla nemendur sem útskrifast úr deildinni bara að betri manneskjum í samfélaginu og það þótti mér rosa skemmtilegt af því að þetta er í rauninni eitthvað sem að ég finnst eftir að fara gegnum þetta nám að allir ættu að vita það sem að er til boða hana. Stjórnmálafræði er náttúrulega í grunninn og sögulega fræðin ríkisvaldið og enda heitir hún eftir ríkisvaldinu í mjög mörgum nágrannalöndum okkar, ekki endilega stjórnmálafræði heldur ríkisfræðin, en hún er auðvitað líka fræðin þá pólitík sem á sér stað innan ríkja og á milli ríkja. Ég hef rosalega mikinn áhuga á alþjóðastjórnmálum og mér finnst rosalega skemmtilegt að læra samanburðarstjórnmál og stjórnmál af öðrum löndum. Svo finnst mér líka áhugavert að það að vera að tengja fræðin við veruleikann. Við erum til dæmis að fara núna í námsferð til Bandaríkjanna að skoða stofnanir og það er alltaf gert annað ár og svo farið til Evrópu líka og farið til Brussel. Fyrir mig var valið að fara í stjórnmálafræði mjög einfalt. Ég var svo heppinn að ég fékk að vinna hjá Íslensku friðargæslunni í Afganistan milli 2007-2008 og þar úti þá fékk ég mikinn áhuga á alþjóðastjórnmálum og mannúðarstörfum og eftir það þá var valið þeirra bara einfalt. Í stjórnmálafræðin í heild sinni og í flestu námskeiðum þá erum við að reyna að koma ákveðin vinnubröðum inn hjá nemendum og markmiðið er að nemendur komi út úr náminu gagnrýnir á samfélagið, vinnubröð og upplýsingar sem að lögð settur fram í fjölmiðlum að þeir kunni að lesa bæði eigindleg og megindleg gögn. Við leggjum mikið upp úr aðferðafræði kennslu þannig að þú getur séð í gegnum tölfræði sem er sett fram á óskýran eða misvísandi máta og að þú lærir að skrifa góðan texta. Sko það sem ég finnst skemmtilegast í námið er að þrátt fyrir að námið sé mjög fjölbreytt þá hefur maður töluvert rými til að sérhæfa sig í sínum hugðarefnum og ég hef mestan áhuga á alþjóðastjórnmálum og öryggisfræðum. Margir halda að þeir sem fara í stjórnmálafræði ætli að flestir að fara í pólitík en ég reyndar mjög lítill hluti þeirra sem að læra stjórnmálafræði sem að nokkuð tíma fara í pólitík. Starfsvettvangur þeirra sem að hafa lært stjórnmálafræði er, má segja kannski í fyrsta lagi vinna við upplýsingavinnslu og öflun upplýsinga og þróun þeirra og miðlun upplýsinga eins og bara í fjölmiðlum og upplýsingastörfum af ýmsu tagi. Í öðru lagi alþjóðasamskipti, það sem er sífellt vaxandi hluti þeirra sem við útskrifum vinnur og svo í þriðja lagi stjórnsýsla, ríkisins, sveitafélagana og jafnvel félagasamtaka sem að drjúga hluti af okkar, þau fólki sem eru útskrifast frá okkur vinnur við. Stjórnmálafræðin byggir á svona nokkrum ólíkum nálgunum og það er kannski það sem að flestir tengja við stjórnmálin. Við skoðum stjórnmálaflokka og stjórnmálahreyfingar, hugmyndafræði og heimspeki. Síðan er opinber stjórnsýsla þar sem að við skoða svona þetta gangverk kerfisins, alþjóðastjórnmál þar sem að við skoðum samskipti milli ríkja og alþjóðastofnana og félagasamtaka sem starfa á alþjóðavettvangi og síðan erum við með kynjafræðina líka og síðan svo samanburðarstjórnmál. En þetta er svona þessar kannski 5 greinar eða 5 þættir sem að nemendur koma út með frá okkur. Alþjóðastjórnmálin og alþjóðalögfræðin tengist alveg gríðarlega og það er það sem ég hef mestan áhuga á. Alþjóðastjórnmálin, Evrópufræði og friðarfræði og þetta er allt gefið og kennt með frábærum kennurum. Þeir sem að læra stjórnmálafræði, þeir geta valið með þess að taka stjórnmálafræði bara í BA-námi en þeir geta líka ákveðið að skipta náminu á milli stjórnmálafræði sem aðalgreinar og svo stjórnmálafræði sem aukagreinar og þá geta menn tekið einhverjar aðrar greinar, oft er það félagsfræði, hagfræði eða eitthvað því líkt, með stjórnmálafræðinni sem að
þá fellur vel að áhugamálum viðkomandi, undirbúningur að einhverju tilteknu starfi eða oft frekara námi á sviði sem tengir saman ólík fræðileg sjónarhorn.